Hvað gerirðu? Heyrðu, við erum með nagla hérna, bæði í setti og staka, sem líta svona út. Þetta er bara skrúa neðan í skó og Það er bara beint undir skóna? Já, þarf að vera góðu sóli, helst grófur, gönguskó eða slíkt. Og þetta er alveg ótrúlega gott. Ég er búinn að prófa þetta sjálfur og búinn að selja alveg óhæmi að þessu. Já, fiskisagan flýgur því að þetta er komið allt að hér getur maður fengið þessa nagla undir skóna hjá sér. Þurfa þetta að vera einhverju sérstakir skór, segirðu, eða? Það er betra að sé svona sæmilegu sóli. Já. Ég get nú bara sýnt þér hérna, bara farið úr vinnuskónum og skrúa þetta í. Já. Og það er svolítið atriði, var ég búinn að taka eftir að setja þetta utan með á sólan. Setja það ekki hérna inn á. Þegar þú kemur inn á hérna flísar, steypt gólf og annað slíkt, þá vill að verða hált. Þá getur þú skriplað á því. Já. Þannig ef maður setur þetta bara svona, það getur hver sem er gert þetta sko, Já. bara skrúa því. Já, fylgir skrúfjárni með kannski í bakkanum? Já, járni fylgir í settinu. Já. Þá lítur þetta bara sér svona út. Já. En þetta getur alveg gert gæfumuni? Þetta gerir gæfumuni. Svo ég segi, ég er búinn að prófa þetta sjálfur og þvælast hér upp öll fjöll og með hundinn og ég er búinn að sjá hundinn fara á stað í hálku þó ég hreyfist ekki. Já. Og er það þegar þú neldi frá náttúrunnar hendi. En að hvaða leyti er þetta betra heldur en mannbrotar? Mín reynsla af mannbrotunum er svo að maður yfirleitt eyðilokkar og mjög fljótlega. Og þeir eru margir hverjir mjög varhugaverðir þegar þú kemur inn á sérstaklega eins og gormarnir. Þegar þú kemur inn á mjög slétt gólf, flísar eða eitthvað slíkt, að þá eru menn bara í svo skautum. Já. En ef þú setur þetta hérna utan með, sólinn fer niður þú stígur í hann og þú ert bara breytir engu. Já. Hvað þarf þetta að setja marga? Það eru 10 í kotskó. Ég hef sett sko svona og svo 4 í hælinn. Já. Og það er svona, flestu tilfellum er það nóg. Ég reyndar komið með fleiri, svona ef ég fer til fjalla þá er ég með fleiri í þeim. Já. Og þetta er faktist ég hægt að skrúa úr og skrúa í aftur. Já. Þannig að í sumar þegar maður þarf ekki á þess að halda, þá tekur maður þetta bara af. Það er náttúrulega mikill kostur. Hvað heldur þú sért búin að negla skó hjá mörgum, bara það sem af er vetri? Af er vetri? Ég veit ekki vetur, það er sjósteinir 30-40. Aðalmarkaðurinn var í fyrra vetur, þá komu hér 1, 2, 3 á dag, það fór eitthvað yfir 100 stykki í fyrra vetur. Já. Og fæst þetta víða land? Ég bara þekki það ekki. Ég pantaði þetta úr Reykjavík. Já. Og ég er ekki viss að séu margir að selja þetta. Nei. En það er þá ekki bara best að fólk komi hingað á Dalvík til þín? Ég held að það væri langt best. Það er ýmislegt annað hægt að gera í leiðinni. Það er í góðan göngutúr á nýneldum skóm. En þetta er algjör snilld. Já, og mér finnst þetta virka miklu betur heldur en mannbrotar og ég var nú búinn að prófa að negla svona með venjulegum dekkjanöglum áður, skó fyrir mig og aðra og jú, það virkaði en þetta virkar betur því að þetta er lengra. En eru bændur að nota þetta kannski bara hreinlega undir traktorinn líka eða? Já, það er hægt að fá þetta í lengri öðrum stærðum og í traktora og mennum með þetta í mótorhjóladekkjum. Og reiðhjóladekkjum er ábyggilega hægt að fá, sko ennþá styttri. Já. En það er grínlaust, sko, ef maður dettur í hálku. Mér er sagt að fólk sé að brotna mikið. Já. En það verður kannski minnum það hér á Dalvík, eftir að þetta kom til sögunar. Allavega, ég hef ekki heyrt af neinu sem hefur dottið eftir hann hefur fengið þetta, en margir hafa komið hér skakkir og skeldir og fengið þetta, eftir fall. Já.